Við vorum reyndar ekki á pillunni. En við erum það núna. Já, ég á pillunni. Ég verð að vera á pillunni. Já, ég er á pillunni. Morgunmat í rúmið. Við drifum okkur bara allar á pilluna. Ég er líka á pillunni. Meir pillu? Ég er á pillunni. Og svona til öryggis, þá lít ég hann líka á pilluna. Allt í einni er fjölvítamín sem inniheldur öll nauðsynleg vítamín og steinefni. Blátt fyrir kalla. Og bleikt fyrir konur. Sæll Stían, velkomin til Íslands. Já, takk. Þannig líður ekki ágætlega hérna? Jú, ég er svona smá smeykur líka, sko. Þetta er smeykur? Já, pínu. Á hverju? Bara að koma hérna til Íslands og kenna fólki sem búi hérna í Mekka að bíðja, sko. Það er ekki bara auðvelt. En það er mjög gaman, sko. Ég hef nú það mikla sjálfstrust líka, það gengur alveg vel. Já. Hvað er erfiðast við að koma svona framan fullt af misvitrum og mörgum vitrum? Já. Og kenna, hvað er mest ógnvekjandi? Ég ákveði bara að vera þarna fyrir aftan, þangað þegar þetta byrjaði. Ekki horfa hver var kominn og hvað margir og svona. Já. Svo bara koma inn og gera svona nokkuð það sem ég hef búin að skipuleggja. Já. Eða svona sem ég vildi fá fram, sko. Já, sem þú vanur að gera. Já. Og hvað er hérna helsti galdurinn? Hvað má ekki gera til að, veist? Ég held að má byrja að spekulera ennþá meira í að skipta á milli söfnun og spenna. Já, umbuna. Já, altså, ég held að það er mjög margir sem er að reyna að setja hesta á raskati, sem er að alveg rembast og hvetja og tekur svolítið í tauminn og allt þetta. Kannski skipta bíslasbúnað og allt og eins og ég gerir stundum líka altså skipta bíslasbúnað en ég er ekki ofta að sparka og tósa að taka í tauminn samtímis. Ekki hvetja að taka í tauminn samtímis. Það getur verið alveg bara halvan sekúnda augnablik á milli. Já. Það er miklu betra fyrir hestinn og hestinn verður þá í andlegu jafnvægi. Já. Og svona andlegu rú yfir sig. Já. Mér langar líka að spyrja út í hann Jarl og Glóbus. Það var svolítið skemmtilegt þarna á Norðurlandamótinu í sumar, þar stóðstu vel. Hamingju með það. Já, takk. En sömu helgina þá var Jarl náttúrulega brillera svolítið sunnar. Já. Og það hefði nú verið gaman að sjá það feðga saman. Já. Að heimsmeistaramóti, en það verður nú ekki. Nei, sem örulega ekki núna, kannski. En ef það er sko einu munurinn þeir unnu báðir, Mið-Evrópumótið og Norðurlandamótið, en Jarl var töluvert hærri í ykkur. Já. Hvernig er það með Glóbus? Betri vextur hérna fyrir sunna, held ég. Betri vextur, það er meiri hiti. Meiri vextir. Nei, hann er alltaf miklu meira menntaður, hesturinn, og hann er orðinn 17 metra, en hann er búinn að vera alveg rosalega heilbrigður og stendur sér rosalega vel. Og Lucia er búinn að vera ofsalega flink að ná árangur á honum líka. Þannig að stundum var ég að hugsa svona, kannski var það bara hesturinn en ekki ég. En svo er búið að ganga vel með fleiri öðrum hestum, þannig að ég er alveg... En mér langaði bara líka aðeins að vita, sko, hvað er betri? Já, það eru svolítið misjafnt, sko, þó að það er svolítið líka mörgu leyti. En Glóbus er aðeins mýkri. Já. Og það er bæði gott og vond, eða svona, bæði kostur og galli. Ekki galli kannski, eða svona, hann er svo mýkri, þannig að þá er hann ekki svo harður og ákveðinn að vinna fyrir mann, sko, svona í bíli, en hann er alveg að koma, hann er mjög skemmtileg núna, fyrir hvern vetur, þá er hann skemmtilegri yfir veturinn, sko, eða ekki bara, þannig að byrja betra heldur enn í fyrra. Og hvað ætlarðu þér? Ég ætla bara eiginlega... Já, segðu það bara. Ekki taka þetta, en ég ætla að reyna að vera í barátturinn. Já. Það er bara fyrst og fremst að vera heilbrigður sjálfur og hestinn og ekki skemma hann í vetur og reyna að þróa hann aðeins og
markmiðið er bara áslít í bæði 12. fjórgang á HM. Það er ekki minna. En nú er hérna, sko, ég er búin að tala við Níls Kristján og Erling Erlingsson og fleiri út í Noregi og mér heyrist samkeppnin vera heldur hörð, sé mikið af góðum hestum og aldrei verið kannski sterkari knapar. Er það þín tilfinning líka að Noregur er á uppleið í þessu? Já, Noregi er náttúrulega búið að kaupa mikið af góðum hestum og norski knapanir, svona nokkri tuga, er búið að mennta sig mikið og búið að leggja alveg lífi í þetta. Já. Eins og mörgum öðrum líka, en þetta er búið að trúa svona smá saman yfir mörg ár. Það byrjaði svona eftir að Jarl og ég gera það svo gott. Það var fleiri sem fekk mikla trú og myndi að gera gott líka. Vilja þetta ekki allir? Er þetta ekki jú, markmið allra að... Jú, en þá sést þetta að það er mögulegt og svona, og maður getur náðið, sko, og þetta er bara mjög gaman. Já. Ég ætla ekki að trufla það lengur. Ég sé út að líta aðeins í kringu þig. Það er ekki að skipta hest eða eitthvað að gera og fá þig kaffi? Jú, fá smá kaffi og svo er ég að kenna einu knappi hérna á eftir. Á eftir? Vigdís og Järpihastin hennar og bara sína hvernig við gerum þetta fyrsta reittíman. Það verður að koma námskeið með Gate Academy og Next Level. Það verður spennandi að fylgjast með því. Já. Bara takk fyrir spjallið, Stígan. Gangi vel í vetur með þín markmið og þú kemur á stóðstavislu hjá okkur í vetur, er það ekki? Jú, ég verður að gera það núna þegar þú ert búin að segja það. Þá er ég bara að koma. Já, nú er það bara klárt. Með hjálminn. Já, með hjálminn og allt í lagi, ég taka fyrir mig. Herðu, bara sömulegis, gangi vel. Takk.